Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða núna breytingar á örorkulífeyri en þær tóku gildi fyrir viku síðan. Það eru umtalsverðar kerfisbreytingar en það voru líka hækkanir, þannig að kannski vert að hafa það í huga að við verðum að fjalla um þetta í tvennu lagi. Það eru annars verður breytingar og svo eru einhverjar hækkanir. Til þess að átta okkur á þessu stöðunni eru hingað komnar Svava Arnardóttir sem er formaður Geðhjálpar, Alma Ýr Ingólfsdóttir sem er formaður ÖBÍ og Unnur Helga Óttarsdóttir sem er formaður Þroskahjálpar. Við erum allar velkomnar. Takk fyrir. Ég ætla að fá ykkur til þess að útskýrta fyrir mér í hverju þessar breytingar felast. Og eins og heyrðu að ég var að segja að það er annars vegar hækkun sem er, og svo er það eins og eitthvað kerfisbreyting og ég er svona meiri á hækkunni á kerfisbreytingunni því að hækkunni náttúrulega þegar við reynsla því að þær geta gengið tilbaka og það getur verið skildir eftir og með öðrum hætti. Þannig að getið þið útskýrt fyrir mér í hverju er kerfisbreytingin fólkin? Hver viltu að? Og ég taka þennan bolta. Já, kerfisbreytingin felst á kannski einna helst í því að það vera einfalda kerfið frá því sem það var. Þar með þessa mismunandi greiðsluflokka, hvaðan greiðsluna koma, hvernig koma inn og svo náttúrulega líka með því móti það vera að gera kerfið skilvirkara. Þannig að það verður einfalda til muna. Þú veist það bara sami grunnlífeyrir og svo þetta í rauninni ekki, það er ekki verið að greiða það úr þessum 2 lagabálkum eins og þetta var. Þannig að það er svona kannski fyrst og mest sem að kerfisbreytingin felur í sér með greiðslurnar. En svo náttúrulega verður það einfalda líka þannig að sá sem að reiðir sig á kerfið, að hann er rauninni ekki eins ábyrgur fyrir því að skila gögnum og öllu tilherrandi sem að þarf til þess að geta fengið greitt. Þannig að það er þá í rauninni búin að færa kannski meiri ábyrgð á undirstofnanirnar sem að sjá framkvæmdina svo. Þannig að ég held að það sé svona kannski maður hugsar þann sem er í kerfinu að það sé miklu skilvirkara og einfaldara fyrir hann líka. Og auðveldara. Svona notendavænna. Já, þetta á að vera svona manneskjulegra og auðveldara. Má ég spyrja hvaða gögn og fleira það eru sem að viðkomandi þarf ekki að skila núna? Það þarf að skila inn alltaf sömu gögnum en núna er það þá kannski að forræði stofnanir sem sjá það. Það verður sett að fót svokallu þjónustugátt þar sem að í rauninni þessar stofnanir segjum bara einhvers í endurhæfingu að þá er það endurhæfingaraðilinn, það er læknirinn, það er TR sem að öll eru þá í þessar þjónustugátt þar sem að þú þátt geta kallað eftir gögnum viðkomandi einstaklings í staðan fyrir að hann sé að hlaupa milli allar þessara staða og að það kannski renni út á tíma þannig að hann ná ekki að fá greitt fyrir þau mánaðamót sem að þarf. Þannig að það er eitthvað sem borgar sem er TR, Ríkisstofnun, og hún heldur því áfram. Já, það verður það. Og ef að þessi hópur sem að þú varst að nefna áðan skilar seint, hvað gerir þá? Hingað til hefur verið þá, ef að þú ferð umfram í rauninni þann dag sem að þér ber að skila inn gögnum, að þá þarft að bíða og það getur verið... Fellir niður? Já, það getur gerst og við höfum verið með einstaklinga í ráðgjöf hjá okkur sem að hafa lent í því og þetta hefur þá aðalega verið með þau sem eru á endurhæfingarlífeyri. Það er oft hlé á lífeyri, það var þannig. Já. Að þegar þú ert búin að vera í endurhæfingu og svo kemur í ljós að hún er ekki hægt að fara lengra með hana og þú ættir að fara yfir á örorkulífeyri að þá hefur liðið 1,5 mánuði stundum. Ég minni að ég hafi talað við konu sem var að segja mig þá. Já, það getur tekið þessa 6 vikna vinnu í rauninni sem að gefa sér en það var náttúrulega það er með þessum einföldun og skilvirkni er verið að gera það fyrir að það getur gerst. En í gamla kerfinu samt sem áður þá kom það fyrir að fólk á örorkulífeyri þurfti að endurnýja sín. Já, og svo það líka. Já, og í þessu nýja kerfi þá er þetta örorkumat varanlegt þannig að þú þarft ekki endalaust að skila inn með x margra ára millibili vottorði til þess að staðfesta. Já, ef þú ert með þannig örorku sem nú talað um það að fólk þurft að sanna að það vera ennþá blind eða að fóturinn var ekki komin aftur og svona, þannig verið sagar. Ég veit ekki hvað þessu er sannar en... Ég er búin að skila ennþá nokkuð mörgum vottorðin en það að dóttir mín sé ennþá með Downs-heilkenni. Þannig að þetta eru mjög góðar breytingar. Og líka varandi endurhæfingarferli sem nú búið að lengja að þessi gátt sem Alma nefndi
að það eiga aðilarnir að hafa aðgang að gögnum einstaklingin jafnt og þétt. Þannig að það að fólk lengur í endurhæfingu og fer kannski á milli staða og hríð á einum staðnum og fer svo yfir í þjónustu annars, að þá á ekki að vera eitthvað svona bil á milli eða upplýsingar vantar og mikið pappísfargan sem að einstaklingur þarf að færa á milli. Þannig að það allt til bóta. Já, það einmitt mjög mikið álag. Ekki spurning og þessi óvissa afkomu og hvenar TR mun borga eða annað, þetta náttúrulega hefur slæm áhrif á geðheilsu okkar allra, ekki síst þeirra sem standa höllum fæti nú þegar. Já, og líka sá hópur sem að þarf að reiða sig annarkvort á sjúkra eða endurhæfingarlífeyri, eða sjúkradagpeninga eða endurhæfingarlífeyri, ef það er ekki komið í rauninni, þú sækir og það í rauninni ekki búið að finna úrræði, endurhæfingarúrræði, að þá ertu samt gripinn varðandi framfærslu þangað til að þangað til að komin með endurhæfinguna, það sem var ekki. Þannig að En þú orðar þetta núna eins og þetta sé komið svona. Engin svona efi að þetta eigi að virka? Það eins og gildistakan náttúrulega búin að eiga sér stað, en ég meina framkvæmdin ekki... Reynslan ekki komin. Nei, engin framkvæmd komin á þetta, þannig að en við viljum kannski frekar vona að það verði heldur en hitt. Það svona kannski fleitur okkur aðeins áfram. En efasemdir að... Ég vona ekki. Telur þessi tilbúið? Ég held kannski fólk skiljanlega og hefur verið stressað fyrir þessum breytingum og á eftir að sjá hvernig þessu framleiðir, en við erum bjartsýn og töldum þörfa á þessum breytingum og það er löngu búið að sjá ýmsa vankanta á kerfinu eins og það var. Þetta var mjög brýnt að lagfæra, þannig að við erum jákvæð gagnvart þessum breytingum. Ég meina að ég tók eins og viðtal við konu sem átti langdönt barn og sem hafa þá reyndar orðið fullorðið, en þau höfðu búið á tímabili í Noregi og hún lýsti muninum að á Íslandi þá þarftu að vera að reka málið sjálft linnulaust aftur og aftur og koma alltaf með einhverja umsóknir og vísa frá einni stofnun til næstu, í hjálpartækja banka yfir í tryggingastofnun og fram og tilbaka. Svo flutti fjölskylda til Noregs og þá kom fólk heim til hennar, listaði upp allt sem hana vantaði og hún upplifði það að væri sérst bara séð það væri bara einhver einn aðili sem sæi það að draga til þessara fjölskyldu á félagslegu og heilbrigðislegu aðstoð sem hún þurfti á að halda. Er þetta svona skref sem við erum að taka? Mögulega skref í áttina því að samlega þessum breytingum þá átt að geta fengið svona þjónustu fulltrúa hjá TR sem að þú getur þá haft samband við og fengið ráðleggingar og þannig að það hefur ekki verið áður. Nei, alls ekki. Og ég held að TR sé svona að finna leiðir til að koma til móts við þá sem að þeir eru að þjónusta. Þannig að það er gott skref. Algjörlega, en svo náttúrulega varðandi eins og ef það ætti eitthvað að koma með þetta hjálpartæki eitthvað, þá er það náttúrulega komið undir, þá er það hjá sjúkratryggingum, þannig að það er náttúrulega ekki vettvangur sem að Tryggingastofnun fer með forræði yfir. Það er engin sem að dregur það saman svipað og hljómanestu eins og verður að lýsa, þetta verður svona dregið saman á eitt stað þar sem að væri ábyrgð stofnananna að veita þeim þjónustu. Já, þeim stofnunum sem þarna er undir þá að vera að tala þá er það heilsugæslan og það er þá virk og vinnumálastofnun og svo Tryggingastofnun, en ekki það sem kemur að í rauninni það sem er merkt heilbrigðis, það sem eru það hjálpartæki sem er þá forræði sjúkratrygginga. En svo veit bara ekkert hvort að það sé, hvort að það komi inn í eða ekki, eða hvort að einstaklingur sé þurfi á því að halda, það verður einhvern veginn bara tíminn að leiða ljós. Það gæti verið skref í áttina eins og já, algjörlega. Værum á leiðinu okkar. Þannig að þetta er margt jákvætt í þessu. En er þetta, maður átti svolítið erfitt með að átta sig á því fyrir viku, að því að hversu stórt þetta var? Hvernig myndu lýsa þessu? Er þetta umbylting á örorkulífeyriskerfinu? Á þessum hluta kerfisins myndi ég segja já. Svona miða við hvernig þetta er að þá og er búið að vera og af því að kannski mér hefur svona fundist í allir þessar umræðu alltaf gleymast þessi risastóri hópur sem að það er endurhæfingar í rauninni hópurinn sem að það búið að framlengja tímabilið og það hefur verið búið að gera það í rauninni 2 sinnum, fyrst var upp 5 ár, svo er það allavega upp í 7 ár. Og þetta var hópur sem að þurfti öllu jafna, kannski á 3 mánuði eða 6 mánuða fresti að skila í nýrri endurhæfingaráætlun, sækja og svo tekur það 6 vikur upp í 12 vikur að vinna
Þannig að þú ert í endalausri óvissu. Er þessi áætlun nóg? Er búið að koma inn nógu miklu til þess að ég fá hana samþykta? Hvar er ég að fá þessi úrræði? Hvernig verða það gerð? Nú er búið að gera það fyrir það, að það er ekki þitt einhvern veginn að verða við því. Þannig að þarna finnst mér bara að vera alveg algjör umbylting. Þannig að fólk lendir ekki í þessu sem að the computer say no. Já, og vera bara framfærsluleys, bara af því að það er ekki til úrræði sem að, sko, en þetta er samt það sem að þér rauninni gert að gera, það er að fara í endurhæfingu en það er ekki til úrræði og meðan ertu bara framfærsluleys. Þannig að breytingin er mest hjá þeim sem eru ekki með svona langtíma örorku? Jú, náttúrulega núna ef þú ert meðbundin örorku þá verður það með langtíma, það er engin tímabundin örorka. Þannig að það er ekki heldur. En það er lengri leiðin að komast þangað eða? Það er það sem ég er að reyna að skilja bara. Já, endurhæfingarferlið gefur lengra tímabil til þess að ná bata, til þess að finna leiðir og úrlausn á þínum vandamálum eða erfiðleikum. Þannig að ef þú þarft lengri tíma þá er hann núna í boði, áður en að þú ert komin með örorkulífeyrisbætur. Þannig að það hefur oft vantað að vanta bara svigrúmið inn í kerfinu til þess að ná lendingu, ná að vinna úr rótum vandans. Og svo er náttúrulega annar hópur sem að þarf að komast á örorkubætur fyrr og það er leið inn í það. Þú þarft ekki að klára allan tíman í öllum tilvikum. Já, ef að örorkan er með einhverjum hætti smá augljós sem að þitt fólk kannski lendir, eða síður metið þannig þessi augljós örorka. Einmitt, því að það er í rauninni það mjög erfitt allavega út að ég tala út frá andlegum áskorunum og svona geðhlutanum. Það er mjög erfitt fyrir fagfólk eða hvert sem er að segja endurhæfing talst full reynd í þeim aðstæðum að einhvern veginn vera með kristalskúlu og segja það verður aldrei neitt betra hér og það er engin, þú ert búin að reyna öll verkfæri og alla leiðir til þess að ná bata. Það er eiginlega ekki hægt að segja það af heilum hug. Má ég þá spyrja hver er munurinn á því að vera á því svæði í endurhæfingu og það sem hefur verið að meta möguleika og að vera komin inn í varanlega örorku? Inn í nýja kerfinu? Bara aðstæðu fólks? Já, þá ertu allavega búin að fá allan tíman sem við eigum eftir að sjá núna til 7 ára ef fólk er að rúlla inn í endurhæfingunni og fá tækifæri til þess að pluma sig, prófa ólík úrræði, prófa ólíkar leiðir áður en að það sækir örorkuna. Í kjölfar þess er að sjálfsögðu líka hægt að vera að halda áfram að vinna í hlutum og leita að rótum vandans og finna sína leiðir. En er efnahagslegu munur á því að vera í endurhæfinga örorku eða að vera með varanlega örorku? Það eru peninga. Já, ég meina þú náttúrulega hefur frítekjumörk að vera með örorkulífeyri og þegar þú ert í endurhæfingu það áttu náttúrulega ekki að vera að vinna. Þú getur unnið upp að 50% í endurhæfingu. Það er, ég veit alltaf hvort það sé sama frítekjumörk, ég er ekki með þá tölu. Nei, ég held ekki, En eftir 7 ár er þá ef að þú ert ekki komin í vinnu ferðu þá sjálfkrafa yfir í örorku eða er eitthvað sem metur það? Gæti eitthvað sagt eins og þú búið með 7 árin sem að við samfélagið gefur þér til þess að vera í endurhæfingu. Við teljum að þú getir unnið og ferð þarna ekki yfir í örorku. Er það möguleiki? Það er eitt af nýjungunum inn í þessu kerfi er samþætta sérfræðingamatið, afsakið, það er ekkert sérlega þjált að segja, en það er mikið viðameira mat heldur en var áður. Í stað þess að þetta sé eingöngu á forsendum einhverja greininga og svona læknisfræðilega sjónarhortsins, að þá er núna hort til félagslega aðstæðna, menningar og samfélags líka. Þannig að segjum svo að ég er kona með barn á framfæri og ég er ekki með mikið stuðningsnet og fræðilega sé að ætti mögulega kannski að geta fundið hlutastarfi hæfi. En þú væri í öðrum félagslegum aðstæðum? Já, en núna er hægt að setja þessar félagslegu aðstæður inn í matið. Þannig að það er mikið líklega að við sem horfa á svona heildstætt. Já. En rætur þessara breytinga og hvernig stjórnvöld hafa verið að fjalla þetta, þar eru í hugmyndunum starfsgetumat. Gagnrýnin á það var að með þetta aukalega mat sem að kæmi væri frekar í þáttin að þú værir með hæfni eða möguleika eða getu til þess að vinna 70% vinnu og þar leðandi ferðu ekki örorku lífeyri. Það var gagnrýnin alltaf á starfsgetumatið þar sem að kemur fram þetta fjölþætta mat inn. Já. Þannig að gagnrýnin hefur alltaf verið frekar á því að það væri verið að ýta fólki frá
því að eiga rétt á örorkulífeyri frekar heldur en að væri að aðstofa fólk við að fá það. Þetta samþátt sérfræðimat er miklu víðtækara heldur en það starfsgetumat sem var rætt hérna á sínum tíma og komu margar og miklar gagnrýnisraddir frá mínum samtökum varandi það. Þannig að við vorum svona alveg fyrst efins það að það væri verið að leggja aftur fram þannig, en eins og þetta útfært þá þetta náttúrulega miklu breiðari vettvangur, það sem verið að leggja mat, það náttúrulega alltaf verið sama hvort þú farið beint á örorku eða ekki, það alltaf verið að athuga hver getan þín. Þannig og ef hún engin þá það náttúrulega örorku, en ef hún einhver þá þetta svigrúm eftir endurhæfingu jafnvel að fara á hana hluta örorku og svo á það nú að vera þannig að gangi það ekki að þá bara hægt að óska aftur eftir að fara í samþætt sérfræðimat sem að þá mögulega metur að þú veist, nú búið allt fullreynt, það endurhæfingin, það hlutaorkan, að þannig að það ekkert annað. En það náttúrulega, þú veist, það stór hópur sem að getur ekki unnið og mun aldrei geta það og svo líka stór hópur sem að getur að einhverju marki og vill að einhverju marki líka. Þannig að það svo ofboðslega ólíkur og stór hópur. En í þeim hópi getur verið eitthvað sem segjum bara 50% öryrki, 50% geta til þess að vinna á vinnumarkaði og það vill og allir sammála að þetta staðan, ekki nákvæmlega um það, nema við komum til fær bara enga vinnu. Svo það kannski stærsta spurningin. Og það er annað dæmi þar sem þér svona hálf ítt út úr kerfinu. En það engin sem að þannig þetta bara óskikja að það sé starf við hæfi allra þessara öryrkja sem að fá greiningu það að þessu hafi starfsgetu upp að einhverju marki. En það bara, það starf ekki til, þá ég þá á hálfuleyti á örorkulífeyri og hálfuleyti á atvinnuleysisbótum með það. Nei, þú alltaf, ef þú fer að hlutaörorku, þú alltaf með 82% af heildarlífeyri. Og á meðan þú værir í virkri atvinnuleit að þá fengir greiddar þessar 18% upp í vantar frá Vinnumálastofnun og þú getur gert það í 2 ár og ég gef mér svona það að það kannski óskis að vera í atvinnuleit í 2 ár en þú aldrei, það ekki, þú átt ekki að verða framfærslulaus en þú gætir náttúrulega mist þennan virknistyrk sem þessi 18%. Eftir 2 árin. Já, og líka ef eða þá þú ekki í virkri atvinnuleit. Þannig að það svona undir... Það segjum að ég sé í virkri atvinnuleit og við gerum ráð fyrir því að þetta sé allt í góðu, nema að það bara ekki boðið störf. Já, og ég meina þá það bara raunveruleikinn og ég fæ ekki, ég virkri atvinnuleit, ég bara fæ ekki vinnu. En eins og þetta sett fram í lögunum að þá það í þessum sem að nú hafa tekið gildi, að þá tekið aftur til skoðunar, að fara aftur í þetta sérfræðimat. Þegar það augljóst að það er ekkert við þig að sagast, heldur það umhverfið, að þá bara bindi ég vonir við að Tryggingastofnun og stjórnvöld líti svo á og nú sé bara komið að þér að fá að njóta þess að vafa að þú þurfi bara að fá pínu kannski pásu frá þessu ströggli. Það sé svona félagslegt mat sem þú varst að nefna þess að við einstæðu móðurina með 2 börnum sem að miða við sína örorku eða hefði ekki þessa félagslega aðstæður og hún gæti verið virkari en út af framfærslubyrði og fleira á heimilinu þá dregur örorka niður getu hennar að þá getur það sama átt við það bara sem bara samfélagslegt mat að miða við þína örorku og framboð og störfum sem eru að þá, ég meina eitthvað líkur á því að þú finnir þetta starf. Nei, það lagðar miklar, það mikið lagt í þetta í þessu samþætta sérfræðimati umhverfið umhverfishindranir eins og þetta held ég minnum að sé talað það rauninni á atvinnumarkaðurinn ekki tilbúin til þess að ráða því í vinnu þó svo þú sér kannski tilbúin til þess að vera í 40% starfi. Og verkefni í rauninni ærið fyrir bara stjórnvöld og ríki og sveitafélög að svona aðeins að gera þessi í brók og fjölga hlutastörum fyrir fólk sem að vill vinna og getur unnið. Já, þau hafa ekki sýnt gott fordæmi fram til þessa. Nei. Og þá eftir að koma í ljós hvernig kerfi virkar þegar að þessu kemur eða hvað? Já, þetta bara gildist það bara fyrir viku þannig að það engin, ég veit svo sem ekki hvort að Tryggingastofnun sé byrjuð að fólk sé farið í mat, ég bara þekki það ekki en þetta allavega, þú veist, þetta núna það þessi í rauninni ef að fólk þarf af einhverjum ástæðum að sækja að komast í samþætt sérfræðimat, þá það
er það þetta sem að býða þeirra. En það er þannig núna að allur fjöldin sem að var á örorkulífeyri eða tímabundnu örorku, þeir fóru sjálfkrafa yfir á örorkulífeyrin og geta svo óska eftir að fara í samþætt sérfræðimat. Þannig að og spegla sig í bara svona hvað er hagstæðast og hvað get ég og bara eftir óskum og bara óskum þeirra og getu í rauninni. En þá kannski sérstaklega þessa hópur sem hefur vilja og getur unnið en ekki kannski trissir til skerðingana vegna að það þarf að hærri frítekjumörk í hlutaororkunni. Alltaf séu margir sem að fá mat að séu hæfir til þess að stunda vinnu 50% en eru bara ósáttu við það. Nei, ég bara til mig ekki vera hæfandi þess. Alltaf séu margir sem eru í þeirri stöðu að matið að því að við tölum svolítið að eins og þessi allir sem að vilji bara fá mat að vera mældur, að hafa eitthvað getu og það veri best að það væri svona starf en svo getur það verið að fólk upplifa bara nei, alls ekki, ég er bara alls ekki hæfu til þess að ég held að sé bara allur gangur á því, það er þetta hópur sem að vill og getur og annar sem að getur ekki og vill ekki ég held að þetta sé bara mjög það er náttúrulega rosalega fjölbreyttur hópur þannig að ég held að þetta sé ekki þetta endilega álykta hvort heldur bara að það sé alveg örugglega bæði. Líka hluti af þessu samþætta mati er umsögn einstaklingsins sjálfs sem og annarra fagaðila sem hafa unnið með honum og þekkja hans aðstæður. Að það er mikill munur, finnst mér, að fá, þetta er svona eins og fjölþætt púsl með mörgum sögum og mörgum röddum sem að er að búa til einhverja heildarmynd af aðstæðum einstaklingsins og tækifærum til atvinnuþátttöku eða annarra virkaþátttöku. Þannig að ég held að það sé alveg munur, þannig að ef mannskja myndi fá tilbaka bara mat sem hún er ósátt við, að það er alltaf hægt að gera athugasemd við það og færa rök á nýjanleik. Hver dregur saman matið ef það kemur ólíkum áttu, það er læknir og það er Tryggingastofnun. Hún ber ábyrgð á framkvæmd matsins. Þannig þá líka þurfa að koma í ljós hvernig hún metur. Þetta er svolítið menningarleg breyting. Það þarf að koma í ljós samskiptin og hvernig matið er og þú veist, sömuleitt er erfitt að sjá það fyrir því að þróunin við getum verið með vonda Tryggingastofnun og þá getur kerfið orðið litlu skárra. Tekur alltaf sjónarmið það sem hún hafi verið vön að gera áður, tekur það bara alltaf efst og finnst þetta jú svona nice to have en ekkert svona breytum ekkert miklu. Það þarf að koma svolítið ljós, eða ekki? Það er nú búið að útbúa og mér skilst að við eigum heimsmeti því að útbúa nýtt kerfi í rauninni og þetta er alveg mjög nákvæmið marklistar sem að fari eftir. Þannig að það er ekkert hægt að leggja mat bara, þú veist. Ég held að sé líka, allavega var markmiðið að það væri verið að koma í veg fyrir eitthvað svona geðþótt ákvarðanir af því að þú veist, maður heyrði alls konar sögur að fólk hefði lent hjá þessum tryggingalækni en ekki þessum matslækni sem sagt og var ósátt við það, vildi frekar hitta þig en ekki þig. Þannig að með þessu móti er náttúrulega eins og Svava benti á, þú veist, það er eitthvað sem þekkir þig vel, það er þitt í rauninni þín saga, það er þitt bakland og allt umhverfið sem að fer inn í þetta þannig að en auðvitað á framkvæmdum bara eftir að leiða það í ljós en það er allavega gífurlegur áfellisdómur ef að þetta færi á þann veg sem að þessi svarta mynd sem að þú ert að draga upp. Þetta breytingarna fóru í gegnum eiginlega síðustu ríkisstjórn. Þetta var eiginlega unnið þar. Já, hún var samþykkt fyrir ári. 16 mánuðum. Og þar voru ýmsir flokkar og meðal annars flokkar sem að tala oft þannig að markmiðið með svona breytingum er að fækka öryrkjum. Haldið að þetta mun hafa ykkur áhrif á því og hvort það verði færri eða fleiri sem eru á örorkulífeyri. Ég held markmið stjórnvalda í bara síðustu ár hefur verið að fækka nýgengni öryrkja og ég held að þetta markmið að náttúrulega það er verið að reyna að hafa hvata til þess að fara á vinnumarkaðinn en mér finnst þetta alltaf svolítið skrítin umræða að það sé verið að reyna að fækka þessum að því að það er eins og sé verið að gera það að þú berir rauninni ábyrgð á þínum annarkvort sjúkdómum eða slysum og þetta sé í rauninni það sem að þú þarfst að reiða þig á í staðan fyrir að við séum bara eitthvað það er hópur sem að þarf og einhverjum ástæðan, þú veist bara með engum móti getur, þú veist við vitum það að þetta er ekki staða sem að fólk, þetta er ekki óskastaða eins eða neins
Þannig að mér finnst þetta alltaf svona öfugsnúin umræða í staðan fyrir að við séum að... Þetta mjög ríkjandi viðhorf við Já, poppa reglulega upp hvað eru margir sem að fá greiðslur og það eru fólkar með 800.000 útborgað og ég veit ekki hvað. Fólk vil bara hækka þröskuldin, þannig að það sé erfiðar að komast á örorkulífeyri. Já, hvað átt fólk þá að gera? Ég er að spyrja út úr þessu. Já, ég er að segja, ég er bara, nei, þá ekki við heldur, sko. Það eru marga þingraður sem hafa verið þetta bara. Algjörlega. Helmingurinn af þingraður sem hefur verið málefni öryrkja í þinginu, það verið þetta. Já, bara allt og lengi og bara í rauninni að mínum viti bara niðurlægjandi umræða. Og ég held að það sé enginn sem að óska þess að fá að vera á örorkulífeyrisgreiðslum en við verðum líka samt sem áður að gera okkur grein fyrir því að það stór hópur sem að hefur ekki tækifæri og getur ekki unnið á almennum vinnumarkaði og treystir á þessa grunn örorkulífeyrisgreiðslur. Og þetta hópur sem að fá 6.481 krónu í vasan eftir skatt. Eftir þessa hækkanir. Þannig að við munum halda áfram að berjast fyrir hækkunum fyrir þennan hóp sem að getur ekki bætt kjör sín með neinu móti. Þannig að mér slíka alltaf gleymast sko þetta þau sem að fá greitan lífeyri úr almannatryggingum að þetta fólk sem borgar skatta. Já. Þannig að það ekki svo að við skattgreiðendur séum að halda uppi þessum hópi frekar en að hann sé að halda uppi bara samfélaginu fyrir okkur sko. Það að borga skatta, það að kaupa matinn, það að borga húsalegu, þú veist. Og mjög mikla líkur að viðkomandi geti ekki komið sér gegnum greiðslumat, þannig að ekki hjá þeim hópi sem að greindum með fullu örorku við 18 ára aldur, sko. Það var hugmyndur með velferðarríkið að við borguðum skatta til þess að ríkið grípi okkur líka. Þannig að kerfið líka fyrir okkur sem að notum það ekki. Því að við gætum þurft á því halda. Já, það veit enginn. Herðu, en við stundum rætt það við þetta rauðaborð að hvað það hafi ekki verið í raunverulega hugmyndi fyrirtækjana starfsmenn sé frekar að þrengjast, frekar heldur en að víkka. Að það séu svona ríkari hugmyndum að góður starfsmaður bara fullkomlega heilbrigður og ólíklegur til þess að fara í barneignarleyfi að þú veist að vinnumarkaður sé eiginlega grimmari núna en hann var kannski fyrir 20 árum eða 40 árum eða 60 árum það sem var oft þessi hugmyndum að var engin atvinnulaus á Íslandi, það fólst í því líka að það voru allir sem að fengu eitthvað svona starf og ég veit ekki hvað, ég nú eldstur að ykkur, en ég man alveg eftir því bara minni æsku og ungningsárum og fyrst ég að koma út á vinnumarkað en að það voru alls konar fólk sem að var og í sumum smærri stöðum var það oft fyrirtæki sem að tók að sér umverulega svona framfærslu skyldu gagnvart þeim sem að gátu ekki unnið fulla vinnu eða með sama hættu og aðrir. En síðan hefur orðið eitthvað svona breyting og manni finnst eins og að kröfur fyrirtækjana gagnvart starfsfólki séu orðnar miklu harðari og ákveðnari og fyrirtækjum til í að henda fólki eða fittar ekki inn og allt þetta. Ég meina við þekkjum að fólk sem að missi vinnuna á 60-aldri það getur átt í erfiðleikum að fá vinnu. Því að þrátt fyrir reynslu þess að þá fittar það bara ekki inn í eitthvað svona hugmyndir stjórnandana svona liðsandan í fyrirtækinu og sjá fyrir sér að allir séu svona eins og klipptur út úr einhverju auglýsingu kannski rétt rúmlega 36 ára eitthvað svoleiðis. Þessar svona hugmyndir að við höfum svolítið rætt það að þær alltaf að verða eiginlega grimmar og grimmari og þar er kannski ólíklegt að vinnumarkaðurinn bregðist við þessum breytingum með því að fjölga störfum sem að henta fólki sem með takmarkaða starfsgetu, störf fyrir fólk sem með sjúkdóma sem að koma í köstum, það sem að þú getur verið frá í einhverja 3-4 mánuði, þú veist, annars lagið. Man sér ekki alveg, ég kannast ekki alveg umræðuna meðal þannig til einhver félagskapu fyrirtækja samfélagslega ábyrgð. Ég held að það sé aldrei rétt þar. Nei, klárlega þetta áskorun sem framöndan því að það þarna fjöldi fólks sem að mun mögulega, ég gerir ráð fyrir því að óska eftir að fá að fara í þetta samþætta sérfræðimat og á hluta örorku en við vitum líka, þú veist,
allt í tengslu við sjálfvirknina, þú veist, það og gervigreindina og annað, þannig að þetta áskorun. En eins og ég sagði áðan, þá þarf ríki og sveitafélag að sýna gott fordæmi og fá almennan vinnumarkað í lið með okkur og þá klárlega með einhvers konar hvatningu. Algjörlega, og það þú veist, Vinnumálastofnun er í svona átaki núna með Undísi, Þannig með stuðningi líka. Já, þannig að það verið að reyna að uppfræða og í rauninni með hvatningu að hvetja fyrirtæki og stofnanir áfram til þess að í rauninni koma til móts við þennan hóp. En það alveg rétt, þetta verður stórt, þetta stórt verkefni. Hvað segir þetta? Undís? Já, vinnuheitið Undís, en þetta heitir á ensku þetta UNDIS. Og þetta sem sagt komið frá Stofnun Sameinuðu þjóðanna þetta eru í rauninni svona hvatakerfi og byrjar innan stofnanna, hvernig þau í rauninni geta gert svona mælanlegan árangur á því, hvernig þau eru þá að mæta þessar stofnanir, þá fólki með skerta starfsgetu og fötluðu fólki í störfum. Og í rauninni, þú veist, þú byrjar með bara rautt og svo þetta í rauninni einhverjir ferlar og þættir sem að því meiri grænt sem þú fær, því betur stöðu ertu. Og þetta svona hvatakerfi sem að sem að við eigum 2 fulltrúa sem að þetta í rauninni við kynnum þetta eftir heimsókn til Genfar fyrir 2 árum og látum félagsmálaráðherra þá vita af þessu sem að verður hrifin af þessu og þetta færst leyfi til að uppfæra þetta í það sem að Vinnumálastofnun að gera núna og hvað ég best veit, sitjandi ekki í þessu, að þá hefur gengið vel að fá að hitta fyrirtæki og stofnanir og það eru margir búin að taka við sér, en hvort að þú veist, og það bara mjög vel og svo bara verður þetta einhvern veginn að halda áfram, en hvernig það næst kannski að mæta áhugasviði, þú veist, að því að ég mynd þessi hópur og það fjölbreyttur, það Unnur segir, það einhver sem kemur inn bara 18 ára, svo bara fólk sem að detta inn í kannski kerfið bara á miðjum aldri með alls konar reynslu, störf, menntun að baki, þannig að það var náttúrulega óskast að allir getur fengið eitthvað við sitt hæfi þar sem að þú hafur valmöguleikan fyrir eitthvað þú ert settur í eitthvað og ég bara vona að það náist einhvern tíman. Þannig, en það verk að vinna, það alveg á hreinu sko. Það náttúrulega sem að þú varst að vísa í Unnur kannski svona einfaldari störf sem eru við hæfi þeirra sem að ráða við lítið. Að þetta kannski sá hópur sem að verður fyrir mestu áhrifunum af sjálfvirknivæðingu, róbótum og gervigreind. Já, algjörlega. Fyrir utan náttúrulega lögfræðingana sem að missa vinnuna í rönnum. Gervigreindin svo fljótt að lesa. Ertu ekki lögfræðingur? Já, það þarf að fara að hugsa sér til. Það eitt, en svo það sem að þú bendir á að öryrkjar eru alls konar. Þeir geta verið með mikla reynslu og menntun og fleira, þannig að það ekki bara að fjölga táakorfum eins og var hér í gamla daga með blindrafélagið og Múlalundur var með svona einfalda vinnu og eitthvað leira. En getið þið nefnt eitthvað svona dæmi, af því að ég myndi að þetta væri svona stór átak sem samfélagið þetta var í. Getið þið nefnt dæmi stofnanir, fyrirtæki sem að standa sig feiknarlega vel að þessu leyti? Nei, þið getur ekki. Það ég vil ekki halla á þann. Rúmfattalagurinn og Krónan og mörg bara engafyrirtæki. Já, það mörg, ég held að sé miklu fleiri engafyrirtæki heldur opinber stofnanir sem að gera vel. Það er ekki hægt að segja að sé ekki. En auðvitað má allt, og við verðum að gera betur til þess að mæta þessum fjölbreytta hópi. Almenni vinnumarkaðurinn standa sig mun betur heldur en hið opinbera. Já. Og ég menna að þú færir í ráðuneytin og myndir spyrja hvað væri margir í hlutastarfum og hvort það væri einhver með skerta starfsgetu eða fatlaða starfsmaður, það ég held að þó svo sé náttúrulega fötlunin sjáast ekki, þá er ég ekki að meina það hún verða að sjást utan og heldur bara hvort það sé, verið að hvort það sé eitthvað svoleiðis kerfi í gangi. Stundum svona fengist við svona störf á samfélagsbreytingum með svona kótum og gerði kvaðir. Ef þú ert með 50 starfsmenn þá verður 2 að tilheyra eitthvað tilteknum hópi. Já, og þá ertu kannski búin að stilla líka fólkinu einhvern veginn upp að þú verður að fara þetta hafa ekki áhuga, sko. Einhver hugnast ekki að einhverju svona sem að því að við getum breytt samfélaginu með svip og gulrót,
Þeir eru ekki hrifin af svipur á stofnanir. Þetta svolítið eins og þegar verið að reyna að jafna kynjahlutföll. Ég vil ekki vera beðin að gefa kost á mér í stjórn eða vinna einhver staðar eða komdu og vertu með í þessum starfshópi út af því þú ert kona. Ég vil vera beðin að koma á verðleikum minna reynslu, það sem ég hef fram að færa, hvað ég stend fyrir. Ég hef engan áhuga að koma út af því að ég uppfylli einhverja tölfræði skilmála. Meðan við erum að breyta samfélaginu, þá kemur allt þetta. En líka sá að þjótt kona. Af því að við verðum að fá fleiri konur inn í þessa stjórn. Ég myndi velja að vera ráðin í hlutastarf og vinnumarkað út af því að ég hef ýmislegt fram að færa og þau sjá gildi að fá með þessu starfskraft. Ég hef alls konar reynslu og annars sjónarhorn einmitt út af því að ég hef gengið gegnum það að hafa ekki fulla starfsgetu sem dæmi. Ég myndi aldrei vera einhvern veginn, ég veit að það að vinnustæðurinn er að ráða mig til þess að fá lækkun á skatti eða skilur, ég veit það ekki, að þau verði að ráða mig út af því að það er núna allt í einu þessi svipa komin í gang. Þetta var notað til þess að flýta breytingum á að konur kæmi inn á vinnumarkaðinn og þá var það þannig að þeirra var verið að velja í stjórnina að þá vissum við að því að vera tilneyinga þegar við skoðum alla hæfnina og þú ert þarna og svo er þarna kall og við tökum kallin bara. Af því það bara, það var vaninn, það er bara innbyggt í menningu okkar og það er sama á við ef það hefur val jafn hæft fólk og annar er fatlaður eða er með geðrænar áskorunir. Ég myndi halda að það veri tilneying í samfélaginu að velja frekar þann sem er ekki með það. Og þá var spurningin, þurfum við að gera eitthvað til þess að ýta undir það að vinnumarkaðurinn venji sljótt við það að það val að velja það sem er með geðraskanir er ekki hættulegt eða... Ég myndi allavega að segja að þessi sjónræna hvatning og undískerfið, það var svona mælikvarði til þess að sjá við stöndum vel að vígi og sem vinnustæði geti ég kannski lyft því, ég er með svona mikið að grænum ljósum, við erum að standa okkur rosa vel í samfélagsábyrgð og annað eins og þú sagðir. Ég myndi vilja sjá það samfélag. Ég afþakka svipuna. Ég held að ég sé það líka, þess að ég sé að tala fyrir það persónulega, En ég held líka, þú veist, þegar einstaklingur finnur vinnu og hérna er vinna sem að honum hugnast og honum býðst, að þá verða hann að fá ákveðin aðlögunar tíma bæði hann á þessu vinnustað og líka vinnuveitandinn til þess að spórna gegn því sem þú ert að segja, þú veist, að ég bara þú ekki, ég vil ekki hafa þig, þú veist svona eða þá að þarna fara skattarnir að lækka eða, hversi styrkurinn að lækka, þannig að því lengri tíma þar sem að kannski vinnumarkaðurinn sér að þú veist, þetta er allt í lagi, þetta er ekkert að þá held ég að við séum komin á ákveðin stað, En við erum ekki komið þangað. Það eru gríðarlegi fordómar gagnvart öryrkjum í samfélaginu. Já, núna þú veist, það er búið að það er meiri fordómar gagnvart öryrkjum heldur en miðflokksfólki, svo maður tekir það dæmi úr umræðu síðan. Já, það er eitthvað sem er bara, held ég, það er viðvarandi verkefni og maður svona er áttar sig ekki á hvaðan þessi fordómar koma og af hverju þeir eru svona ríkir. Við hvað er fólk svona rosalega hrætt. Þú veist, við höfum verið með hlutarstörf í gegnum tíðina og það eru hlutarstörf, örugglega á hverjum einasta vinnustað. Að einhverju marki, þess að sé kannski ekki mörg en ef við viðhöldum líka alltaf þessar neikvæðu umræðu að þá náttúrulega er rosalega lítið að fara að breytast og það er eitthvað sem við getum ekki einstæðið í að við séum samtök fatlaðs fólks séu endalaust að reyna að koma á einhverju vitundavakningu eða fræðslu, það þarf bara samfélagið með allt Heyr. Það er gríðarlegir fordómar gagnvart fólki með geðraskanir. Alveg svakalega. En það er líka mjög djúpstætt bara í menningu okkar fordómar gagnvart veiku fólki sem var rakið út fyrir borgamúrana hérna á árum áður og er bara eitthvað svona ógn sem að fólki virðist standa á því. Já, tilhneigingin til að hlusta heldur ekki á vilja hópsins. Alls ekki. Það er eins og ávið til dæmis þetta mál sem við erum að ræða núna að þið voru ekki þáttakendur í undirbúningi að lagabreytingunni. Nei, ekki frumvarpsvinnunni sjálfur þess ekki. En við komum svo sannlega með ýmsar ábendingar. Já, þetta var að loka metrónum. Þið voru ekki svona hagaðilar eins og það er ekki breytt lögum fiskeldi eða annars slíkt nema í samtali við hagaðila. En það var lítur svo á að það var hægt að fara með þessa breytingar í gegn án þess
En eins og hef ég talað við ykkur svona í gegnum tíðina og sumir þetta heyri ég alveg að niðurstaðan var þeir eru sátt við hana einhver leiti sem einhver skref. Kerfisbreytinguna sem slíka, Já. Og hún er auðvitað betri heldur en þið kannski óttust. Já, ef maður hugsa alla heildina, það ég held að sé ekki hægt að hugsa bara örorkulífeyristaka. Það verður að taka allan hópinn sem að kemur að einhverju marki inn í kerfið. Þú veist, þetta er svo stór og fjölbreyttur hópur, ekki bara sem að fyrir beint á örorku. Það eru hlutaörorkan, það eru endurhæfing, það eru sjúkradagpeningarnir og kerfisbreytingarnir sem snúa að þessu og allir þessari einföldun að hún er löngu tímabær. Og í rauninni gamla kerfi það voru nú ekki margir sem að bara skildu það. Nei, þú veist, bara allt og fáir. Allt og fáir. Sem að bauð upp á náttúrulega bara alls konar í rauninni. Miskilning. Já. Já, og erfiðleika. Það er mikill sigur að þetta hafi náðst í gegn í raun og það búið er að benda á hversu beiglað kerfið hefur verið. Fyrra kerfi var með alls konar göllum og vanköntu sem að fólk þekkir og allar svo sögur sem þú nefndir fyrr í þættinum því tengt upplifun fólks á kerfi sem að hlustar ekki eða gerir ekki ráð fyrir einhvern veginn hefðbundnu mannlegu lífi og alls konar breytileika. Þannig að klárlega var þörf á breytingum og þetta er skref stórt og mikið framfara skref þar. Þetta er ekki fullkomið, en þetta er mikið betur en það var. Og bara á ykkar á síðustu árum náðu að hrinda hugmyndir sem eru tengdar starfsgetumatinu. Ef að þær hugmyndir sem að voru kannski á borðinu fyrir 10 árum eða eitthvað slúðis hefðu náðu í gegn, það hefði ekki verið gæfuskref. Nei, ég held nú ekki, sko. Þannig að ykkar bara átt að ítti á borðinu ýmsum hugmyndum sem var verið að reyna þröngu í gegn. Já, og líka sko, þú veist, þegar það er svona gífulega breytingar eru og þá, þú veist, það er náttúrulega alltaf lagaraminn sem að segir til hvernig hlutinir eiga að vera og svo eru heimildir til að setja reglugerðir og það er þessi reglugerð en svo náttúrulega þarf alltaf að endurskoða þetta því að það er ekki hægt að gera svona breytingar á þess að þetta sé sko þess að mæla áhrif einhverju ákveðin tíma þannig að ég er mjög fegin að við náðum því ekki að færa þetta endurskoðunar ákveði til þess að einmitt að skoða það hvort þetta virki eða ekki. Hvort að markmiðin var náð. Við höfum tekið dæmi það vantir meira slíkt þegar við erum að gera breytingar í þetta og tekið dæmi af styttingu framhaldsskólans. Það sem var alls konar kenningar hvað átt að gerast en það har aldrei verið gerð úttekt á því sko hvað. Og við erum að tala þarna sko fólk undir, fólk sem reiðir sig á þetta og þessa framfærslu og alls konar skuldbindingar þannig að og hefur rauninni þú veist ekki sama sæti að borðinu og hinir í samfélaginu þannig að það var mikilvægt að við fáum tækifæri til þess að koma áfram algjörlega gröfum og breytingum. Svafa, Alma og Unnur kæra þakki fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að skilja breytingarna sem voru gerðar á örorkulífeyriskerfinu fyrir viku síðan. Takkilega. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.